Þú varst óskættið, ég myndi segja pínur Fox-Vox-brautinni. Þetta búið að vera deila milli Kópavogs og Reykvíkinga síðan allar götur síðan upp úr 60. Fossvogsbrautin. Já, og þannig var að Reykvíkinga byggði alveg út í mörkin hérna að norðanverðu. Þannig að þessi braut sem átti að liggja land Reykvíkinga, hún komst þar ekki fyrir lengur vegna byggðarinnar. Svoleiðis að þá átti að þvinga hana fram hérna eftir miðjum dalnum. Hvaða ár þetta? Þetta aðaldeilan svona milli 1980 og 90. Og þetta vex svona stig af stigi. Menn saminuðust mjög gegn þessari braut hér í bænum. Og alveg sami í hvaða flokki menn stóðu. Og líka almenningur. Út af hverju? Hvað var aðalástæðan? Þetta þótti bara svo umhverfis slæmt. Það náttúrulega vita menn að þegar að bílum fer lægsta punktinn þá liggur þar yfir mikill óþefur frá bílum og svo náttúrulega hávaðinn og bara þessi mikla sæla sem hvílir í Fossvogsdalnum, hún hverfur. Fossvogsdalurinn er mjög stór, hann er yfir 100 hektarar, ég held 130 hektarar og hér er mjög mikið dýpi líka. Hér er eitt mesta dýpi í mýri sem finnst á Íslandi að því að mér er sagt, 6-8 metrar. Nú síðan er verið að karpa þetta fram og aftur en málið tekur eiginlega nýja stefnu þegar að Kópavogsbúar og aðrir þeir sem áhugaðu því að vernda dalinn að þeir gróðursettu hér aspir, þessar miklu aspir sem þú sérð hér og víðar. Og þetta studdi mjög við baki á þeim sem voru að vinna þessum málum. Annað sem var gert, sem var dálítið dulið klókindabragð, að IK var úthlutað hérna svæði alveg á mörkin. Og þegar það var gert, þá var formaður IK Magnús Harðarson og mér er svo minnistætt, það er mynd af honum á forsíðu eins dagblaðanna þar sem hann er svona formlega að taka við þessu fyrir hönd IK sem síðar varð sameiginlegt viðfangsefni IK og HK, sameinuðust eitt félag og þetta var þeirra höfuðmiðstöð. Þannig að úthluta landi til IK var svona gegn þessari áætlun þessar Fossvogsbrautin. Já, það stóð reyndar alltaf til að úthluta mikið land en þarna töldu menn að þeir var næstum að slá þverflugur í einu höggi. Því að Breiðablik fekk svo land sko í Kópavogsdal. En var alveg þrýstingur á að leggja þessa braut? Var þetta alveg raunhæfur kostur? Gríðarlegur þrýstingur. Sko Bústaðavegurinn bar ekki umferðina. Það var gríðarlegur þrýstingur frá Reykvíkingum. Hvernig leystist þetta? Þetta er góð spurning. Það leystist kannski aldrei annað en það að menn bara gáfust upp á því að reyna að pota henni hér í gegnum Kópavogsland. Og það var bara vaxandi andstaða, sívaxandi. En þú sagðir áðan frá samskiptinu við fyrrverandi borgarstjóra Reykjavíkur, sem var á þeim tíma og er núna ritstjóri? Já, sko, hann var nú kappsamur og Reykjavíkur embættismennir og það gekk svo langt að þeir lokuðu fyrir Kópavogsbúa upp í Gufunes. Það var sameiginlegur urðunarstaður fyrir sveitarfélögin hér á þessu svæði, Gufunesið, og einn dag þá bara kom orður það frá Reykjavíkurborg að næsta morgni þá verði ekki tekið við sorpi frá Kópavogi. Og þá fór nú að silt í áleiðin fannst mörgum, en það var svona kúlminasjónu við það var hæsti toppurinn. Og eftir það þá fóru menn nú að tala á annan hátt saman. Og það komið fram sáttar hendur frá Reykjavíkurborg að þetta gengi ekki lengur. Við erum alveg í pulsupartí, þú mátt alveg fá þig pulsur líka, sko. Takk fyrir. Og takk fyrir spjallið.